Í haust höfum við notað þó nokkur tæki og tól til þess að hjálpa okkur og skipuleggja og já, vinna vinnun okkar. Og ef við rennum aðeins yfir því hvað við höfum notað og hvernig, þá byrjum við á því að nota version control. En version control er leið til þess að geyma útgáfur af skránum okkar uh, og möppunum okkar og geymir það á einhverjum miðlægum stað eða einhverjum stað og leyfir okkur að treysta því að vinnan okkar sé örugg og það er að segja að þegar við erum búin að committa einhverju þá er það til staðar á þessum stað og að við getum farið fram og tilbaka í tíma og athugaður hvernig eitthvað leit út á einhverjum tímapunkti og hugsanlega bakkað og séð síðan aftur hvernig það leit út á öðrum tíma og alls konar svona. Og líka til þess að geta gert tilraunir án þess að það hafi einhver katastrófisk áhrif á verkefnið okkar í heildina. En við höfum notað þess að Git sem er Distributed Version Control, þar sem að hver client hefur öll gögnin sem þarf til þess að geyma og alla sögu reposins, en það virkar þá þannig að við erum með einhvern server og svo erum við með þær tölvur sem að tengjast þessu og allar hafa þær alla útgáfuna í þessum version database. Og hérna höfum við þessi server hefur yfirleitt verið GitHub hjá okkur. Stundum höfum við verið að vinna þannig að það bara við hér sem einhver tölva sem fer fram og tilbaka við GitHub, en í hópverkefnunum þá höfum við verið að fara fram og tilbaka í gegnum GitHub og verið að sameina vinnuna okkar þar. En repo er stytting á repository og er þetta ofta kallað repo eða Git repo og við og Git skilgreinir í raun 3 stöður á skrám, hvort það séu til staðar í Git, hvort það hafi verið breytt en breytingin sé ekki geymd í gagnagrunninum eða hvort hún sé staged, þá hefur hún ekki verið farin, þá sé hún í raun á leiðinni inn í Git gagnagrunnin. Síðan höfum við þessi 3 svæði verkefnisins, þar sem við erum með Git directoryið sem er alltaf til staðar hjá okkur en við snertum aldrei á, heldur notum við alltaf Git client, hvort sem hann er command line client eða GUI client. Síðan erum við með staging area, þar sem við erum að setja upp skrárnar sem eiga að fara inn í Git repoð okkar og svo höfum við working directoryið okkar, þar sem við erum með þá útgáfu sem við erum búin að tjekka út úr þessum gagnagrunni, hvort sem að það er bara nýjasta committið eða bara main branchið eða eitthvað annað ákveðið branch þar sem að vinna einhver ákveðna útgáfu eða einhver starf fyrir í sögunni þar sem við erum að lagfæra eitthvað eða skoða eitthvað. Þannig að við förum fram og tilbaka í þessu, við sækjum produktið, tjekkum það út, vinnum í því, gerum einhverja breytingar og committum því síðan aftur inn í Git gagnagrunni eða repoið. Og það er svona þetta Git verkflæði. Síðan eru skrárnar sjálfar, hvernig þær eru síðan séðar og þá er það þetta að þær geta verið untracked, þar sem að þær eru ekki til staðar í Git og síðan fer þetta fram og tilbaka þar sem við erum fyrir hvert einasta skjal að annarkvort bæta því við inn í Git grunninn, höfum það í raun unmodified í Git grunnum, modifyum það í Git grunnum eða höfum það staged til þess að fara inn. Það eru síðan nokkrar skipanir sem að við höfum til þess að vinna með Git. Það eru svona 10-12 skipanir sem að við kannski notum, en mest notum við 5-6 eða eitthvað svoleiðis og það er þá yfirleitt Git status, Git add, Git commit og síðan þegar við förum að vinna með remotes sem er þá í raun annar staður þar sem að sama Git repo er geymt, ekki sama heldur í raun það rennur af sama meiði, það er í raun hefur sameiginlega sögu, að þá getum við notað Git pull og Git push til þess að samræma okkur á milli þessara remota. Þetta getum við sett sótt hérna og svo getum við pushað þegar við erum að senda breytingarnar okkar eitthvað annað og pullað þegar við erum að sækja breytingarnar frá einhverjum öðrum. Branches eru síðan leið til þess
fara til hliðar við svona megin línuna í kóðunum okkar til þess að gera tilraunir, breyta einhverju sérstöku ef við erum að sjá fram á að það taka einhvern lengri tíma, vinna með einhverja virkni sem að þarf lengri tíma og síðan sameinum við þetta í megin línuna á þeim tímapunkti þegar við erum búin með þetta. Síðan getum við líka bara hent þessu af því það er ódýrt í Git að búa til þessi branches. Síðan þegar við erum að sækja eða erum að taka saman þessi branches aftur inn í meginlínuna, þá frákvæmum við þessi merge og þá getum við lent í þessum merge conflicts sem þá í raun þegar að Git getur ekki með sínum reikniritum ákveði hvaða breyting trompi aðrar breytingur. Þannig að það eru breytingar sem hafa sama vægi og Git veit ekki hvor á að setja í skrána og þá þurfum við að leysa því handvirkt. Síðan notum við Node.js þar sem við sóttum það og fengum með því npm sem pakkastjóri og leyfir okkur að sækja alls konar pakka sem eru skrifaðir í JavaScript eða TypeScript, endarum alltaf í JavaScript og keyrðir með Node.js. En pakkastjóri sem sagt hugbúnað sem séum að sjálfvirkni væða það að setja upp, stilla og fjarlægja hugbúnað. Þannig að við getum í raun bara sæktu þetta tól eða sæktu þessa útgáfu af þessu tóli og þá fáum við það tól í þeirri útgáfu og það getum við notað til þess að setja upp í verkefnum okkar ákveðin tól og vita nákvæmlega hvaða útgáfu við erum að nota. Og þannig getum við sett upp fyrir teymið okkar í raun eitthvað ákveðið verkflæði sem við getum skilgreint og búið til sem að leyfir í raun okkur þá að hafa hluti eins og browsing þar sem við erum með þetta hot reload, við erum með Node SAS til þess að geta unnið með SAS, við erum með rollup til þess að geta skipt JavaScript kóðunum okkur upp í modula og þessu öllu sem sagt lýst í package.json. Við höfum notað browsing og SAS og Node SAS til þess að vera þýða þarna SAS yfir í CSS. Við höfum notað stylint sem linter fyrir CSS og SAS. Við höfum notað einhverja primera eða svona reglusöfn til þess að skilgreina hvernig kóðastíl við viljum. Síðan höfum við notað ESLint og ákveðna kóðastíla fyrir hann og svo lokum höfum við notað transpiler til þess að nota þessi polyfill eða leyfa okkur að nota þessa virkni í dag sem hugsanlega ekki til staðar í öllum vefverum fyrir en setna en við látum það ekki stoppa okkur. Þannig að við höfum notað Babel og Rollup til þess og þá höfum við séð til dæmis eins og hvernig async await verður í raun að rosalega stórum og miklum kóða þegar það er búið að transpælunum í JavaScript sem að fleiri vafrar skilja. En Rollup getur líka verið notað eða bara þessi ákveðnu svona bundler tól getur verið notað til þess að taka þessar margar JavaScript skrár, bundla þeim saman og hugsanlega keyra eitthvað meira á. Við erum að nota til þess að fá einhverja aukna virkni, þjappa kóðunum okkar, benda á villur og svo framvegis. Og þetta eru þessar tólin sem við erum búin að nota og þau hafa náttúrulega tekið stóran part af verkefnavinnunni en þið ættu vonandi að vera búin að sjá í raun kosti þeirra og rekast á nokkra ókosti, svona þessa kostna við það að setja þau upp og læra á þau. Svona. Þetta er non-trivial og sérstaklega þau eru brotna á einhvern hátt sem við vitum ekki nákvæmlega hvernig þá getur verið afskaplega skemmtilegt að debugga þau.